haturserinn, nettröllin, hvað sem vilja kalla þau, sá hópurinn mun betur skipulagður vinstra megin heldur en hægra megin, svona ef maður horfir á, mér finnst líka það er mikil heift og ílska oft frá vinstrinu í garð þeirra sem tala frá svona miðhægrinu og bara þessu fólki upp til hópa virðist líða bara mjög illa. Við verðum að komast á þann stað að mega ræða hvað sem hvenær sem og sérstaklega flóknustu málin sem mest tekist á við kaffivélina á vinnustöðum eða í heitapottunum eða hvar það kann nú að vera. Og það gerir, held ég, viðkvæmu hópunum mest gagn. Þeir eru bara ég hef bara mikla andúð á erlendum glæpagengjum sem hingað koma til að brjóta af sér. Bara hverslags vesaldómur það að hafa það ekki? Ef að Sigmundur myndi hætta, hvort væri þú eða Snorri betur til þess fallin að taka við flokknum? Jæja, Beggi, það segir gott. Ég segi bara fínt. Bergþór Ólason, miðflokkurinn. Þið eru á flugi núna. Já, þetta er spennandi þing framundan. Ég held svona sérstaklega í ljósi þess hvernig síðasta þing kláraðist í júní og júlí, þá blasir við að það verður svona sérstakt ástand í þinginu núna að minnsta kosti fyrstum sinn og í þann slag eru við í miðflokknum klár og sjáum nú strax búið að boða að bókun 35 sem nú sennilega svona umdeildasta máli sem verður mælt fyrir á þessu þingi. Það er bara núna til umræðu strax á 50 daginn. Við erum að taka hérna upp á 3. degi, þannig að það er stutt í fyrsta alvöru slaginn og við erum alltaf búin að vera að ræða þessi fjárlög með sínum göllum og svo er bandormurinn sem ég kalla nú stundum fyrir mistök hringorminn til umræðu núna, þar sem verið svona bæta í skatta og gjöld og hækka það sem að ríkissjóður tekur til sín. Þetta getur nú leiðréttingar. Þetta allt saman leiðréttingar. Þetta auðvitað alveg óþolandi þessi svona endalausu orðskrýpi sem verið að búa til, sama hvort það eru leiðréttingar eða aðhald á tekjuhlið eða lýðræðis ákvæði eða hvað það er. Þetta allt á sömu bókina lært. Já, það er eitthvað sem aðeins strýkur mér öfugt þegar að fólk er farið að breyta orðum til þess einhvern veginn að þóknast einhverjum einkennilegum sjónarmiðum, sko. Já, en þarna hjá ríkisstjórninni þetta bara spuni. Það er bara beinlínis verið að segja hvítt svart og þar fram til götunum. Við erum í einhverjum svona orwellskum tíðaranda þeirra stjórnarherrana núverandi. Já, maður líka byrjað að heyra þetta á sveitarstjórnarstiginu, sko. Það bara talað Dóra Björt, hvað var hún að tala um? Hún var að tala hvort það var, það er stolið úr mér, það var eitthvað ótrúlega einkennilega, gatnagerðargjöld eða eitthvað þannig, þegar það náttúrulega augljóslega að það er mjög mikill húsnæðisskortur og í rauninni verktakar byrjar að draga í land, þá ákveður Reykjavíkurborg að setja þess að hækka að með minnir gatnagerðargjöld, það var allavega einhvers konar skráningagjöld í Reykjavík. Já, 1,7 miljón á 100 fermetri íbúð. Já, og svo þetta er í rauninni leiðrétting. Og maður bara hvað er að gerast hérna? Já. Og það sem kannski pirrar mig mest við þetta er að fjölmiðlarnir skuli lepja þetta upp. Því að það er auðvitað þar inni á að þetta vera bærilega hæft lið sem að á að geta greint á milli svona pólitísk spuna sem að beinlínis að segja annað en það sem verið að gera og síðan þess þegar menn í einhverju vók eða einhverju svona dellu eltingarleiki við einhver tíðaranda í orðavali. Þetta þetta er margt í þessu. En áður en ég tek á þér, hvað ætlaði að leggja áherslu á? Þú talar bókun 35, það verður fyrsti slagurinn. Já. En svona þegar þú horfir aðeins lengra inn í framtíðina, hver verða svona stóru málin? Það verða ríkisfjármálin að setja þrýsting á það að stjórnvöld fara betur með skattpeningana sem verið að taka fólki og fyrirtækjum. Við sjáum núna, það verið að hækka skatta núna í þessum bandormi og fjárlagafrumvarpi saman einhverja 28 milljarða á ári. Þegar ríkisstjórnin hafði sagt við ætlum ekki að hækka skatta á almenning og fyrirtæki. Síðan horfum við á með hvað hætta á að handera ökumenn landsins. Það sem á að koma tæplega 11 milljarða skattahækkun á milli ára og þess ekki að sjá í útgjöldum til vegamála.
og svona hliðarsaga af því þetta þessi dellu umræða sem átti sér staðið tengslum við veiðigjöldin, að sá viðbótar peningur ætti að fara í samgöngu uppbygging á landsbyggðinni. Hvorugt að skila sér að fullu ef það var einhver tíma markmið sem ég heldur reyndar að hafa ekki verið. Þannig að þetta er það sem það eru ríkisfjármálin, aðhald, fara betur með skattpeninga og ná meiri árangri með það sem við þó tökum af fólki og fyrirtækjum. Það er bókun 35 og síðan svona fullveldismálin, og það sem verður síðan þegar líður á þingið, þá verður það væntanlega þessi þingsályktun utanríkisráðherra að hefja aftur aðlögunar viðræður við Evrópusambandið. Og það í rauninni alveg ótrúlegt mál, að það mál sem verður nú sennilega umdeildast, bókun 35 held ég að verður umdeildast af þeim málum sem í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar, en að skilja eftir það mál sem verður síðan í raun staðist og umdeildast, sem eru þessar aðlögunar viðræður og kosningar þarum, utan þingmálaskrár, með þeim rökum að menn hafi bara ekki viljað skyggja á önnur mál. Við erum á einhverjum skrýtnum stað hvað þessa nálgun varðar hjá ríkisstjórninni. Þannig að fjármál, opinbera fullveldismál í Evrópusambands aðlögunar viðræðunum og bókun 35 og síðan þetta bara ráðast til atlögu við báknið. En núna veriðist bara ríkisstjórnin svífallega hátt, Kristrúnu gengur betur og betur. Samfylkingin svífur hátt, Flokkur fólksins og Viðreisn að borga gjald fyrir þetta. Já, við sjáum til hvort að þetta verði Framsókn og Vinstri grænir þessara ríkisstjórnar og munið þá þurfa að súpa segið af því, þó svo náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn fjall líka einhverja prósentur, en óháð því þá Samfylkingin mjög vinsæl, Kristrún mjög vinsæl, Jóhann Páll vinsæl, þetta fólk vinsælt, Obba að taka útlendingamálunum og ætla bara að taka því með mjög mikilli festu. Ykkar selling eða söluvara í rauninni að hverfa úr höndunum á okkur. Þið getur verið að góla bókun 35 en það öllum sama bókun 35. Ég held að reyndar að sé út af því að flestir bara skilja hann ekki. En ykkar söluvara, ég meina þið getur eitthvað að vera að skáka fram Snorra Másinni í einhver svona clickbait transumræður, en fyrir utan það þá þið ekki að bjóða upp á neitt umfram það sem ríkisstjórnin rauninni bara að fara að gera. Ég held að ríkisstjórnin sé nú að miklu leitið að njóta samanburðarins við þá hörmunga ríkisstjórn sem við sátum upp með í 7 ár þar á undan og það nú ekki úr háum söðlega að falla. Þannig að Kristrún hefur svona kannski fengið það dálítið gefins í boði Katrínar Jakobsdóttur og Bjarna Benediktssonar. En síðan að ég glemdi að nefna útlendingamálin, þau verða þetta allt líkjandi áfram því að þau tengjast inn í allt hitt hjá okkur, hvort sem þau eru menntamálin, húsnæðismálin, velferðarmálin, almennt löggæslumálin og þar fram til göttunum. Þannig að og þar eru því miður dómsmálaráðherra hefur flaggað nokkrum málum sem að áformur upp að leggja fram, en vandamálið þeirrar gerðar að ég held að, og við teljum ólíklegt að náist raunveruleg stjórn á þessum málum nema með nýjum útlendingalögum, heildarendurskoðun. Þannig að svona plástrar endalausir sem að einir 5 dómsmálaráðherrar Sjálfstæðisflokksins byrjuðu að reyna að koma í gegn og sigldu alltaf í strand með árum saman, náðu einhverju smælki í gegn þarna undir lok síðasta kjörtímabils. Mér sýnist dómsmálaráðherra nú kannski fyrst og fremst vera að halda áfram með þann takt og hann ekki nægjanlega svona fast slegin eins og svona mig grunar að málin muni líta út. En síðan þetta Kristrún að njóta þess samanburðar sem hún hefur við þessa fyrir ríkisstjórn og sjá nú til dæmis bara því að nú verður mælt fyrir í dag þingsályktun okkar miðflokksmanna sem Sigmundur Davíð mælir fyrir að svona íta af stað aftur olíuleit og þess áttar verkefnum á Drekasvæðinu. Síðasta ríkisstjórn ætlaði beinlínis að banna rannsóknir, ekki vinnslu og olíu, heldur rannsóknir á svæðinu. Þetta var auðvitað einhver rúllandi delering sem þarna átti sér stað og ég held að þetta sé að hluta til það sem að Jóhann Páll held í einhverju marki skynsamlega stíginn í að segja bara ég ætla að gera bara allt öðruvísi heldur en fyrir ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna og Framsóknar. Og ég held að það sé svona partur af því á hverju mörgum sérstaklega hægra megin í lífinu að hugnast hans vegferð kannski skárri en margir reiknuðu með. En síðan þegar á reynir, við sjáum til dæmis bara Jóhann Páll hefur talað um nótum að hann telji ekki ástæðu til þess að ýta undir að olíuleit fara af stað hérna
og hvað þá vinnsla. Sömuleiðis hefur svona á síðasta þingi var svona sjónarmið vörðu rammaáætlun. Þar voru menn mjög vaklandi þó að mér sýnist nú að ráðherrann hafi farið að ráðu mínum núna í sumar og ætla að koma svona skynsamlegar vopnaður inn á þetta þing heldur náður var hvað ramman var þar. Þannig að og síðan höfum við þessa sól og vegferð viðreisnar varðandi Evrópusambandið og það held ég eitthvað sem að Kristrún og eftir að einhverju marki að bíta úr nálinni með og Inga Sæland og Flokkur Fólksins verða þetta í mjög skrítinni stöðu þegar þessi þingsályktun kemur fram þegar Þorgerði Katrínu hendar. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Já, Jóhann Páll var í viðtalinu núna rétt áður en við byrjum að bara hálftíma áður en við byrjum núna að taka upp á Bylgjunni þar sem hann var að mynda að segja það að gullið okkar væri í rauninni endurnýjanlega orkan. Og ég reyndar alveg sammála því en aftur á móti til að við höfum ekki að vera slá önnur tækifæri úr okkar höndum, sérstaklega núna þegar að vera að tala viðsjárverða tíma í öryggismálum að þá þurfum við náttúrulega að vera í stakk búin til þess að vera raunverulega sjálfum okkur næg í orkuöflun og ef við gætum bæði verið með olíu sem að við þurfum nauðsynlega á að halda ef við getum verið sjálfbæri í þeim efnum að þá verður það náttúrulega miklu betra heldur en að kaupa olíunni gegnum einhverja einkennilega samninga en kemur raunverulega frá Rússlandi Ég meina meiri segja Elon Musk segir bara og sá sem framleiðir ef ég man rétt flesta rafbíla í heimi allavega þarna við toppinn mögulega með einhverjum kínverskum framleiðendur núna, ég hef ekki skoðað tölurnar. Build Your Dreams held ég efst núna þeir eru svolítið innanlandsframleiðendur. Já, akkurat en meiri segja Elon Musk segir bara við munum þurfa ekki bara halda áfram heldur auka jarðefna eldsneytis framleiðslu fyrirsjáanlega framtíð. Þannig að þetta þessi svona Fit for 55 verkefni öll saman sem Evrópusambandið að teppalegja yfir samstarfsríkin einhvern veginn með það að því virðist að sérstöku markmið að draga úr hagsæld í Evrópu og slátra samkeppnishæfninni. Þetta auðvitað bara graf alvarleg staða og hreinlega alveg ótrúlegt að einhver stjórnmálaflokkur telji okkur betur borgið þar innandira í dag heldur en utan þess sambands. Já, og svo líka bara svona praktískt eðliðis ótrúlega skrítið því núna vitum við allir með Bandaríkjamenn, Kínverjar og aðrir eru bara að fara að auka sína losun og eins og Albert Jónsson hefur nú komið inn á í þessum þætti nokkru sinnum en innbræði sérstaklega núna síðast að bara af hverju það að við erum 85% af okkar orku sem endurnýjanlega orku, af hverju hefur það ekki áhrif á okkar samningsstöðu? Og nú erum við að fara að greiða 20 milljarða í einhver loftslags skatta sem og það var eitt sem ég rak augun í. Ég var að hlusta á þetta viðtal með Jóhanni Páll áðan. Hann sagði að þetta sem sagt reiknað af íslenskri stofnun sem að gerir sem sagt ráð fyrir út af því að við erum að nota land mikið og það framræst land mikið til út af landi út af því að við höfum búið til þessa skurði sem að eiga að losa. Reikningurinn á því hefur verið svolítið sérkennilegur út af því að það reiknað upp eins og að 2 vikna losun getur verið yfirfærð yfir land sem verður svo gróðursamt yfir 2 ár og svo þetta bara framreiknað fram í tíman. Við Miðflokknum höfum gagnrýnt þessa útreikninga alveg frá því flokkurinn komin á þing og það svona loksins núna menn að taka einhverjum sönsum í þeim efnum. Já, og ég talaði þetta við bónda svona tíma, hann var alltaf bara, já, þú veist, ég hef engan sérstaka hagsmuni af því að vera, en það kom fólk hérna og var eitthvað að reikna þetta og ég sagði við það, þú veist, þið getið ekki yfirfært þetta yfir næstu 10 árin út af því að þetta land verður allt öðruvísi þegar það búið að losa þessa koltvíoxíð. En ég hugsaði samt líka að ef við erum núna með samviskusamlega að reikna út hvað okkar losun í samanburði við önnur lönd, að þá erum við að gera ráð fyrir því að öll önnur lönd séu jafn samviskusamlega að gera það líka. Og núna, ég ætla ekki að fara að segja að við séum eitthvað miklu betur en önnur lönd. Sem við erum. Já, ok, já, ég reyndar alveg sammála því, en ég eftir á móti velti fyrir mig til dæmis eins og að Rússar sem eru kannski með ákveðið mikið í losun, þeir myndu aldrei fara að birta opinbera tölur sína losun ef það myndi veitast að
þeirra hagsmunum. Nei, ég meina Rússar, Indverjar, Kínverjar, þeir hlæja alla leið í bankann af þessum æfingum okkur hérna í Evrópu og þetta einhvern veginn, ég fór nú hérna fyrir nokkrum árum á eina COP-ráðstefnuna, sem sagt loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna og það var nú, ég hafði nú ætlað mér að fara þegar ég var formaður umhverfis- og samgöngunefndar og kjörtímabilinu þar á undan, en svona, mér langaði að sjá bara með hvaða hætti þessi trúarafntöfn færi fram og það auðvitað kom bara á daginn að þetta er kirkja, þetta er trúarafn og þetta ég hef ekki lent í undarlegri stemmingu heldur en ég upplifði þar og þarna einhvern veginn fullt af velgefnu fólki annars vegar og síðan rugludöllum inn á milli sem einhvern veginn búin að búa til einhvern bransa úr þessu og loka augunum fyrir raunveruleikanum og bara gagnrýna á þetta helst heima þar sem við erum raunverulega best í heimi hvað það varðar að nýta endurnýjanlegar orkuauðlindir hlutfallslega miðað við heildarorkunotkun og þetta einhver svona sjálfskaði sem að menn eru búin að samfara sig að við eigum skilið og eigum að bera sem að ég bara mjög ansnúin hvað nálgun varðar. Já, Jóhann Páll reyndar sagði í þessu viðtali að honum þætti mjög sérkennilegt hvernig og reyndar alvarleg mistök í því að ríki, sérstaklega þá í Evrópu gerir ráð fyrir hann sé að tala hafi beitt þeirri nálgun að vera að skammast í fólki fyrir það að vera með sitt einstaklingsfótspor og maður sá þetta ótrúlega mikið þegar fólk var alltaf að tala vegan og eitthvað þannig að það var rosalega mikill svona slagkraftur í svona ákveðnum svona fórnarlamsvæðingslobbyisma að einhvern veginn sko mín sko það hvernig ég kysi að lifa mínu lífi væri einhvern veginn árás á aðra og þetta grundvallast ótrúlega mikið í vókinu sko að þín sko að það er ekki mín aðkoma að þínu lífi heldur það hvernig ég kjósi að lifa mínu lífi eða mínar skoðanir eða mín bara lífsspeki sé einhvern veginn sko setja aðra hópa í hættu þetta ótrúlega skrítið sko. Já Ég nú að vona að þetta sé nú einhvern veginn aðeins að sigla í strand þessi sjálfskaða menning sem að vókið og mér sýnist það nú svona ef við horfum á umræðin í kringum okkur. Ég var til dæmis bara núna helgina var ég á svona ungmennaþingi Ungmennafélags Íslands í Reykjaskóla það sem var stór hópur ungs fólks svona í kringum svona upp af framhaldsskóla, menntaskóla aldurs og þetta var svona speed dating, svona hraðstefnumóta fyrirkomulag þar sem að menn fóru á milli borða og ég satt held ég með einhverjum 6 grúppum á borði. Loftslagsmálin aldrei nefnd. Svona þessi helstu vókmál mjög lítið. Þetta unga fólk hafði bara áhyggjur af því að koma sér þaki yfir höfuðið. Bara geta flutt út frá foreldrum sínum einhvern tímann í fyrirsjáanlegri framtíð. Áhyggjur af menntakerfinu, áhyggjur af ríkisfjármálunum sem ég reiknaði nú ekki með hjá fólki á þessum aldri og mér finnst þetta bara alveg frábært að hlusta þið og þetta passar við það sem kom fram núna sennilega í fyrra frekar hitti fyrir í nýjustu ekki kalla kynslóðamælingin eða eitthvað svoleiðis sem framkvæmd á 3 ára fresti þar sem sko loftslagsmálin höfðu verið sko helst áhyggjefni allra aldursflokka í nokkur skipti í röð síðan höfðu þau fallið eins og steinn á milli kannana síðast þegar hún var birt og bara svona raunheima vandamál orðin áhyggjefni fólks og sérstaklega ungs fólks. Þannig að ég held að svona lappirna séu nú að svona dáldið að fúna undan þessu málflutningi. Allt unga fólki ætlaði að kjósa Miðflokk. Þetta var ótrúlega fyndið síðasta áramót. Þá var maður að fylgjast með krakkarskaupinu og þá var ákveðið svona, það var stikla þar sem að ungt fólk var spurt hvaða flokk þeir myndi kjósa og svo var ákveðinir forsvarsmenn allra flokka því voru einn flokkurinn sem ákveði að hafa unga mannesku sem ykkar forsvarsmann og hann svaraði þannig einhverjum spurningum og gerði það afar vel og var með mjög góða ræðu og svo var aðeins eldri aðilar að reyna að sannfæra fólk ágæti hinna flokkana en Miðflokkurinn fékk 25%, þetta var eitthvað svona galið. Heyrðu, þá held ég að segja ekkert eftir nema að kynna niðurstöðunar. Getið fengið trammir? Miðflokkurinn sigurvegari krakkakosningana í ár. 25%? Hvað kusu það eiginlega margir krakkar Miðflokkin? 1515 krakkar. Já, við vorum held ég, ef ég man rétt, langhæst í kosningu í grunnskólum
og vorum þarna sem sagt á pari við, ég man ekki hvort það var Sjálfstæðisflokkurinn eða Samfylkingin sem var á pari við okkur þarna efst í framhaldsskólanum og þetta er bara hlutur sem við erum að skynja núna. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Að bara unga fólkið sem betur fer farið að leggja áherslu á svona raunheimamál. Bara ríkisfjármál, skatta, húsnæðismál, að það að menn nýti peningin vel í heilbrigðis- og menntamálum og þarfum til göttunum og þetta bara, ég er bara mjög bjartsýnn gagnvart næstu árum í þessum efnum. Já, en Beggi, þetta samt ekki bara frekar vísbending það að fólk með óþroskaðan framheila og ómentað líklegri til þess að kjósa Miðflokkinn og þar af leiðandi það að taka óskynsamlega ákvörðun sem mjög skammsýn. Já, ef við horfum aðeins aftur í tíman þá þetta alltaf færast til betri vegar heldur en áður var. Já, þetta verður, sko, ég var að skamma sjálfa mig núna fyrir 2 þáttum út af því að ég var komin á á þær buxunar einhvern veginn að nefna einhverjum einasta þætti að heimurinn, ef við tökum 10 ár aftur í tíman, verður allt öðruvísi 10 ár fram í tíman. Og ég einhvern veginn var alltaf að tönglast á þessu en ég var náttúrulega þreyttur á sjálfa mér fyrir að nefna þetta en mér finnst samt einhvern veginn áhugavert að nefna þetta út af því að það við erum að sjá þetta með Charlie Kirk, við erum að sjá ákveðna, fólk kallar þetta skautun, maður svona einhvern veginn, ég held að þetta sé ákveðin afleiðing, hvað ég var að segja, skoðanakúgunar sem hefur verið beitt undanfarin 10 ár sem á rætur sem að rekja í akademínu og ég veit alveg að fólk þegar ég segi þetta þá segir fólk við mig, já þú ert að innleiða bara einhverja orðræðu frá Bandaríkjunum. Ég segi þá bara, heyrðu, ég er búinn að vera að tala islam, útlendingamál og önnur mál sem þetta varðar og kynjafræðin og annað síðastliðin bara síðan 2012 frá því ég byrjaði að tjá mig og það hefur verið rosalega mikið byggt á því eins og ég ræddi við Kolbeinn H. Stefánsson í HÍ að þá sagði ég einmitt við hann, mér er svolítið sérkennilegt að þetta, þú veist, alltaf verið að tala einhverja innleiðingu þessara sjónarmiða, en samt koma þessi sjónarmið alltaf, þú veist, eins og með allar þessar hreyfingar og þetta dót, kemur allt frá Bandaríkjunum. Já. En einhvern veginn, þegar gagnrýnin kemur upp á borðið að þá er það innleiðing, Já, akkurat. Og ég eitthvað að hugsa, ég er búinn að vera að tala um sumliti, kannski möguleiki að fólk sé bara að breyta skoðun gagnvart þessu. Það var það, nei, það þetta er hægri podcastin, eins og við vorum að hlusta á í Silfurinn í gær, það er hægri podcast og einhver nettröll sem að breyta sjónarmiðum og eitra huga fólks og ég hugsa, ég er búinn að vera með þetta hlaðvarp mjög lengi að verða vinsælla núna, en ég aftur á móti bendi líka á að þetta þá frekar viðhorfsbreyting almennings og mér finnst það vera svolítið virta vettugi í ákveðinu mengi íslensks samfélags eins og þegar við sáum Snorra, hvernig bara allt kerfi fer upp afturlækkunar. Mér þykir það ekki mikið heilbrigðismerki fyrir orðaræðina og eins og Bergsteinn sem mér líkar mjög vel við, en hann sagði við Þórhildi Sunnu bara, erum við ekki bara á góðum stað hvað var þar umræðum transfólk fyrst að allir urðu svona brjálæður til Snorra og ég hef er það lesturinn? Já, einmitt. Lestu þannig í þessar vendingar? Nei, þetta ég held að rót vandans má eiginlega alltaf leiða að því undanfarin ár og áratug og jafnvel aðeins lengra aftur, svona takmörkun á umræðu. Bara ég er þeirra skoðunar að við bara tala bara allt hvenær sem og helst það erfið og umdeilda. Því að það dregur úr hvað sem við viljum kalla skautun, polariseringu, skotgröfum eða bara hvaða hugtak sem menn vilja nota. Bara sjáum nú bara útlendingamálin. Það er nú ekki sjaldan sem að þingmenn Miðflokksins hafa verið kallaðir hinnum vestu nöfnum og sennilega oftast rasistar. Fyrir það eitt að vilja ræða útlendingamálin og bara segja, erum við að bera okkur að með skynsumum hætti, af hverju þetta gríðarlega háa hlutfall umsóknar svona miklu hærra hér en í nágrannalöndunum og þar götunum. Bara það vilja ræða þessi mál, kallaði fram miklar meldingar rasisma og mannvonsku. Þegar staðreyndin er sú að þegar við ætlum að færast of mikið í fang og gera allt fyrir alla eins og reynt var hér nokkur ár í röð með skelfilegum afleiðingum, það er engin gæska í því, það er engin það
það er engin það er engin manngeska eins og ég segi í því og þetta bara umræðan sama á við kynrænumálin bara öll þessi vók áherslumál ræðum þetta allt saman, bara opinskátt tökumst á með rökum og þá er miklu líklegra að við finnum einhverja niðurstöðu sem að sko vit er í stað þess að vera alltaf gargandi og ég er nokki búin að ná að horfa á Silfrið í gær. En þetta kemur því miður ekkert á óvart að þetta hafi verið metið sem sko sérstakur bara svona gæðastimpill á stöðumála að hér hafi sko meira og minn allir hrokkið að hjörunum sko og þeir skaðmenntuðu mest og þannig að þetta getur ekki verið markmiðið og svo verða menn voðarlega móðgaðir þegar afstöðu lýst að þetta sé nú svona óttalegi þökkunartilburðir sem er ekki víst að vera til gagns og þetta er sko alls ekki til gagns fyrir þá sem að sko mest eiga undir því að þessi umræða sé svona skynsamleg og svo sé svona almennilega grunduð. Þannig að við erum og síðan þessi umræða sem hún lýsir, nú verð ég að fara heim og horfa á hana þátt, en sko það sé verið að tala sko einhverja sko hægri podcast og einhver nettröll. Reynsla mín er svo að sko... Hann nefndi nettröll og þá sagði Þórhildur Sunna, já, það tala hægri mennina með podcastin. Er ég nettröll? Já, einmitt, þetta er þetta ekki boðleg umræða hjá einhverjum sem að sko vilja láta taka mark á sér en svona getur þetta verið en mín reynsla er svo að sko svona kommenta herinn og svona hatursherinn, nettröllin, hvað sem vilja kalla þau sáhópurinn mun betur skipulagður vinstra megin heldur en hægra megin svona ef maður horfir á og mér finnst líka það er mikil heift og ílska oft frá vinstrinu í garð þeirra sem tala frá svona miðhægrinu og bara þessu fólki upp til hópa verið líða bara mjög illa. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Ég hef verið að hugsa þetta heimspekilega í sambandi við eins og bara Arthur Miller og Nornaveðanar og þú veist, ég er ekkert að segja að það sé endilega fyrir hendi þó svo að ég hafi numið ákveðna kima þeirrar skáldsögu í því sem átti sér stað hérna fyrir örfáum dögum en sko heimspekilega þá einhvern veginn kemur þetta mann ekki á óvart sko út af því að sko ef við leggjum bara öll spilin á borðið, þú veist, við erum að tala það að Snorri telur að það séu til 2 kyn og líffræðilega getur ekki breytt þér í konu fæðist þú sem karl. Ég hef reyndar sagt það lengi og ég sagði þetta við Ugla Stefáníu fyrir ekki svo lengu bara ég sé alveg hvernig félagslega er hægt að koma til móts við fólk það kemur upp úr hattinum að einhver manneskja sé trans að ég get alveg félagslega samþykkt bara já, bara sjálfsögðu, ég ætla bara að koma fram með þessu konu bara sérstaklega ef að manneskjan biðlar til mín að gera það. Ég aftur á móti setja ákveðið spurningamerki ef það er krafist að ég sko sé tilbúin til þess að lúta ákveðinu orðanótkun og þar fram til göttunum. En það sem að mér þótti svolítið sérstakt í þessu sko að viðbrögðin gagnvart því sem að Snorri lendi í voru mjög eðlileg miðað við þær forsendur sem við höfum gefið okkur það að einhverjir sem að setja sig upp á móti eða jafnvel setja spurningamerki við eitthvað sem að öðrum finnst þessi mál að þá ertu að setja þau upp á móti umburðarlyndi og þetta ég var að ræða þetta í einhverjum ég var ekki að ræða þetta, ég var að hlusta á hlaðvarp í sambandi við Charlie Kirk að sko, ef við gefum okkur til þess það er bara eðlilegt að Charlie Kirk hafi verið drepinn og það er gott að hann hafi verið drepinn ef við gefum okkur það í þessum sjónum þá er sem virðist vera skoðun ýmissa já, en það er eðlileg afstaða ef að hann er sá nínasisti og svo hætta sem að fólk málar hann upp sem og sko það er svolítið þú veist, það sem er held ég bjagað í þessum umræðum út af því að sko Snorri honum er gefið upp ákveðna skoðanir hann hafði sagt að hann sé á ákveðna afstöðu og hann svo gagnrýndur fyrir að vera á þeirra afstöðu
og það hugmyndafræðilega, þú veist, þá viðbröðin sjálfur sér bara eðlileg. Ef hann jafn vond manneskja og fólk að segja að hann sé, að þá það kannski bara eðlileg afstáð. Það það sem ég held að sé svo mikið eitur í þessari umburðarlyndisumræðu. Því ef að þú ert einn málsvari umburðarlyndisins, og þess vegna þetta náttúrulega bara trúarsetning, að þá einhvern veginn svo auðvelt að réttlæta svo biluð viðbrögð. Og þetta eins og Christopher Hitchens sagði, sko, bara ef að þú ert með eitthvað að mengi einhverjar umræðu og svo ertu með manneskjur sem tiltölulega góðar manneskjur, að þá getur þetta Voltaire sem sagði þetta líka, bara ef þú getur látið einhverja trúa hverju sem þá getur þú séð til þess að þau hægi sér eins og vonda manneskjur, eða bara commit atrocities eins og hann sagði. Ég held svolítið að það sé það sem gerir. Við sjáum bara góðar manneskjur, gott fólk, haga sér á bilaðan máta út af því að trúarsetningin og trúarofstækið orðið svo mikið inn í þessu mengi, sko. Já, þetta bæði áhugaverð þróun og staða og líka öggvænleg. Við sjáum til dæmis að það nú eitt af vandamálunum í pólitíkinni, það þegar mann gerðar upp skoðanir og svo maður skammaði fyrir að hafa þær, eins og komst inn að hér á þann. Það hitti það að ég sá þetta. Þú sagðir þetta daginn, það ekki líka? Jú, já, alveg. Við talið í Kastljósinu, það sem Snorri mætti. Það hitti það að ég sá það ekki fyrir morgunin eftir. Þannig að en í millitíðinu þarna einhvern tíma seint kvöldið áður hafði ég séð trillingin á samfélagsmiðlum og fréttir og ég hugsaði bara með mér, heyru, þetta eitthvað. Svo morgunin eftir horfi ég á viðtalið í Kastljósinu og satt bara í forundran og hugsaði, býtu, heyrðu, ég verð að spila þetta aftur. Ég verð að spila þetta aftur, því að trillingurinn sem ég hafði lesið mig í gegnum að einhverju marki kvöldið áður, hann var ekki neinu samræmi við það sem verið var að ræða hann í þættinum. Og þannig að þetta einhvern veginn, ég held að það sé því miður nokkuð til í lýsingunni þinni áðan, en partur af þessu bara, við verðum að komast á þann stað að mega ræða hvað sem hvenær sem og sérstaklega flóknustumálin sem mest tekist á við kaffivélina á vinnustöðum eða í heita pottunum eða hvar það kann nú að vera. Og það gerir, held ég, viðkvæmu hópunum mest gagn. Ef að það hægt að eiga samtal án þess að menn sveifli einhverjum illmennsku spjaldi í sitt hvor áttina. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, þetta nefnilega og önnur bók sem ég nefni mjög oft og ég var reyndar að renna ekki yfir hana alla aftur en ég var að glugga í hana Age of Extremes eftir Eric Hobsbawm og það maður getur lært svakalega mikið á því hvernig svona hreyfingar myndast og þar sem fólk telur sig vera gott í sínum ásetningi, jafnvel með því að beita á aðra ofbeldi fyrir skoðanir. En það sem sérstakt í þessu til dæmis núna að ég til dæmis treysti ekki hægrinu heldur fyrir það að verja málfrelsið. Þeir hafa aðeins betra track record, svo ég fá að sletta, heldur en vinstrið, sérstaklega undanfarin ár. En núna til dæmis erum við að sjá, ég vil til dæmis ekki að fólk sé rekið úr vinnunni fyrir það að hafa verið á einhverja afstöðu eða jafnvel, þó að maður telja að vera algjörlega ógeðfellt og galið. Að þá telja að fólk eigi ekki að missa vinnuna fyrir að vera á þessu afstöðu. Ég held að þetta sé ákveðið svona, svo ég tala út frá bandarísku samhengi, ég held að það sé auðveldara að takast á við þetta með því að ræða bara sér hvað þú ert bilaður hjá. En þetta hefur verið háttur vinstrisins að ráðast að lífsviðurværi þeirra sem þeir eru ósammála og það er bara svo mýmörg dæmi og sum hver þekki maður persónulega sem eru þannig að þetta er einhver ótuktaskapur, bara það er einhver ilska í því að þó þú sért ósámála einhverjum í stjórnmálum eða út frá einhverju sem kemur upp, að þá sé vaðist að lífsviðurværi og þar með fjölskyldu þeirra einstaklinga. Þetta og þarna hefur mér þótt mikill munur á vinstrinu annars vegar og hægrinu hins vegar hvað viðbrögð við svona andstæðum sjónarmiðum varðar og ég held að kannski það
það að hægrið almennt svona hefur meiri skilninga og mikilvægi verðmætasköpunar og vinnu og því að geta alið önn fyrir fjölskyldu sinni. Já, við sjáum alltaf til hvernig þetta verður. En hérna erlendi glæpahópar, það er í deglunum núna. Já. Hells Angels reynda, mér fannst það svo geggja. Þeir tóku hérna leksíu úr svona fórnarlambafræðunum og hérna mættu við viðtal og sagði það er bara komið fram við okkur eins og glæpamenn. Já, þetta var áhugavert take og það var nú ekki hægt annað en að hafa svona svolítið gaman að þessu en staðan er samt auðvitað graf alvarleg og við erum búin að sjá þetta í skýrslum ríkislögreglustjóra sem kom út annað hvort ár alveg frá 2017 og við þingmenn Miðflokksins höfum frá þeim tíma ábyggilega haldið 100 ræður í þinginu mikilvægi þess að bregðast við og nálgast þetta út frá raunverulegri stöðu. Ég meina við sjáum hérna bara fyrsta aftakan svona úr þessum ranni átti sér stað fyrir ekki löngu síðan og svona þetta er alltaf verða svo miklu grottalegra og þá þótti mörgum til dæmis inn í þingi bara mjög óþægilegt að það væri verið að ít undir útlendinga andúð og eitthvað þess áttar með þessar umræðu. Þeir eru bara já, ég hef bara mikla andúð á erlendum glæpagengjum sem hingað koma til að brjóta af sér. Bara hverslags vesaldómur er það að hafa það ekki. Þannig að þetta er kannski partur á útlendingaumræðinni sem það er öllu grautað saman. Það er stundum eins og þessi sérstakt markmið að grauta saman vinnumarkaðsúrræðunum og hæliskerfinu, verndakerfinu. Og það aftur gerir alla umræðu erfiðari, ógegnsæjari og ítir undir það að rasista spjaldinu sé flaggað þegar menn vilja bara það eitt að ræða hvort að skynsamlega sé á málum haldið. Já, þetta er líka ég er mjög góða reynslu líka af múslimum út af því að ég þjálfa einhverja af þeim og hef verið aðstoða líka við leigumarkað og annað og það sem ég heyri eiginlega alltaf þegar ég á í einhverjum samskiptum við múslima er að þeir kvarta langmest yfir alveg stjörnuruglaðri meðvirkni íslensks samfélags gagnvart einhverjum sem að haga sér á algjörlega fáránlegan máta. Og þeir segja alltaf, hvað haldið þið eiginlega? Að þegar allir ég ræddi hérna, það var palestínsk fjölskylda sem var að ofsækja dóttur sinna og Linda Dröfn hérna hjá Kvennaathvarfinu kemur í viðtal og segir hérna, já, þetta er nú bara svo fátítt að við þurfum eiginlega ekkert að vera að spá í þessu, þetta er nú ekkert alvarlegt. Það er eins og að hérna formaður KSÍ hefði komið fram þegar að hérna MeToo-málin komu og sagði bara að þetta er svo fá dæmi þið þurfum ekkert að vera að gera þessu. Það er náttúrulega alltaf að vera á hliðina. Það fór ekki alltaf á hliðina þegar Linda sagði þetta og ég hugsaði með mér bara að þetta er einhvers konar svona hugmyndafræðilegt mein og ég var að ræða þetta við hérna múslima sem býr hér á landi og hefur búið lengi og hann sagði við mig bara, hvað heldur þú eiginlega að svona viðhorf, hvað heldur þetta geri mér og minni fjölskyldu? Hvers konar viðhorf heldur þú og heldur ég sjá ekki að augun eru byrjað að beinast meira að mér og konunum minni, heldur ég sjá ekki að fólk er aðeins tortrygnara í samskiptum, heldur sé ekki aðeins erfiðara fyrir mig að hérna mæta annarri mannesku og ég sagði, jú, örugglega. Já, bara blasið við og þetta er svona sama meiði og glæpagengin sem hingað koma. Þau eru gjörn á að leggjast fyrst á heiðvirða samlanda sína. Ég svo sem get ekki vísað inn einar rannsóknir í þessum efnum, þetta er svona bara minn skilningur eftir samtals. Ég hef heyrt þetta líka, sérstaklega eins og með leigubílamarkaðinn og annað. Bara til dæmis og svo sem á fyrir stigum áður en að allt fór í köku hvað leigubíla umhverfi varðar. Þannig að það eru þetta heiðvirt fólk af erlendu bergi brotgitið sem að er í rauninni kannski oft á tíðum þeir sem að annars vegar eru fyrsti til að finna fyrir glæpagengjónum og síðan eins og þú ert að lýsa þarna verðu þetta fyrir óþægindum og skaða í raun vegna þess að umræðan er svona hann er haldið í svona farvegi í gíslingu af fólki sem að þykist vera voðalega gott en er meinsemd í sjálfum sér og veldur þessu fólki sem það þykist vera að verja skaða
og það fyrsti tíminn bestur fyrir fólk að horfast í augu við það. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Já, ég segi og ég vísaði þetta dæmi áður eins og þegar ég ræddi við Þorstein Vaffe Einarsson búrkuna. Mér finnst þetta vera svo lýsandi að þegar fólk að tala, segjast vera að tala fyrir kvenfrelsi og kvenréttindabaráttu og svo sér það sko því að það alltaf búið að vera að tala að það sé sko rosalega mikilvægt að það konur sem í bikini og þær í rauninni það búið að sannfæra þær af einhverju áru feðraveldisins að þær vilji í rauninni vera að lifa á tiltekinn máta en þetta allt lygi sem byggði á einhver svona kapítalískum grunni sem að í rauninni búin að smeygja sér inn í heilakvel þessara kvenna og sannfæra þær eitthvað annað sem þær væru annars myndu komast að niðurstöðu að. Þannig að líf þeirra einhvern veginn, það sé einhvern veginn ákveðin þrýstingur í það að þær vilja lifa sínu lífi á tiltekinn máta. Svo segir ég, það konur sem þurfa að hylja sig allan sólarhringinn annars eiga þær á hættu að verða fyrir ofbeldi. Já, það þeirra val. Já, þetta alveg magnað og í rauninni finnst mér alltaf sko undarlegast í þessu samhengi hvað þeir sem að sko taka svona skrýtnu afstöðuna í þessum efnum eru uppfullir af eigin ágæti og eigin gæsku. Og þetta einhvern svona raunheimarof bara markmið yfir markmið þessa fólks svo göfugt að eigin mati að það skiptir engu máli hvað á sér stað þarna undir og til að mynda sko bara staða kvenna í þessu tilliti auðvitað þannig að maður eiginlega bara skilur ekki þá hópa sem iðulega koma frá vinstri og einstaklinga sem að halda þessu fram. Já, en það aftur á móti sko konur sem að berjast hvað helst fyrir réttindum þessara kvenna og eru svolítið að einbeita sér að sérstaklega þessum. Það kvarta mikið yfir því hvernig svona vesturlanda feministar hafa borið á borð í þessum umræðum. Þannig að ég held að þetta muni koma til með að horfa til betri vegar. Það rosalega mikil stífla að losna út af því við vorum að tala unga fólki, við vorum að tala viðhorf og annað. Það rosalega mikil stífla að svona, bresta á svolítið víðum grunni. Ég held að sé svona margvíslegur farvegur sem það vatn mun koma til með að leiðast til og ég held að fólk svona á hægri væng stjórnmálana þurfi svolítið það ákveðið varúðarmerki líka. Við sjáum til dæmis eins og í Bandaríkjunum, þar eru bara svolítið einkennilegir stjórnarhættir og þeir eru miklu spenntari fyrir, svona réttrúnaðinum sín megin heldur en við kannski almennt gerum okkur grein fyrir. Þannig að núna þegar við erum í þessari risa hægri bylgju og eins og Þórhildur Snærenda nefndi í þessu silfri sko að það hvernig við leyfum okkur að tala í dag bara búið að breytast og ég bara fagna því. Við eigum að tala öðruvís í dag heldur en við gerum fyrir örfáum árum. Ekki nokkuð spurning og ég held að þessi þróun sé nú sem hún á eftir að halda áfram sinn sko því að við sjáum bara eins og þú lýsir afstöðun í silfrinu í gærkvöldi. Það bara ég held að svona umræðu stjórnarnir til dæmis hjá Ríkisútvarpinu sumir hverjir séu svona býsna skammt á veg komnir hvað það varðar að svona nálgast mál út frá raunheimum en ekki svona einhverjum hugmyndafræðilegum kreddum vóksins. Já, ég veit ekki. En þetta á ekki við nú alla, bara svo það sé sagt. En þetta náttúrulega sko Kassar Sunstein sem mest
á flestar tilvitnanir af öllum lögfræðingum í heimi. Hann var hjá Harvard, Kennedy School á sínum tíma, ég veit ekki hvort hann sé ennþá starfandi, en hann allavega hefur skrifað bækur á borð við Nudge og fleira. En hann einmitt segir og gerði rannsókn af því hvernig fólk kemur fram með hvort annað, hann kom með orðatiltæki Daily Me til dæmis, en hann bendir á að þegar hópar koma saman, hægri hópar, að þá ef þeir eru látnir tala saman í svona 4 klukkustundir að þá koma þeir út ennþá hægri sinnari heldur en þeir voru. Ef þú setur vinstri menn og hægri menn saman að þá einhvern veginn eru þeir komnir aðeins meira svona til móts við sjónarmið hvers annars. Aftur á móti ef þú setur vinstri menn saman þá gerist því líka, þá færast þeir ennþá lengra til vinstri. Og ég held bara núna hefur verið sagt að RÚV sé rosalega vinstri sinna og ég held að það sé að einhverju leyti rétt, en það aftur á móti líka hægt að horfa til þess sjónarmiðs að ég held að það sé ekki af ásetningi. Ég held að það sé meira ákveðin svo notum aftur þetta orð ára, sem að það ákveðin talsmáti og það ákveðin hugsun sem beitt þarna, sem ekki bundin við það að fólk einhvern veginn þurfi að vera þessar afstöðu, en þú ert aftur á móti í kringum fólk sem svona alla jafna ákveðinni afstöðu. Og þar af leiðandi ekkert svona skrítið, og það kannski takið eftir því sjálf að til dæmis eins og þegar Bergsteinn, sem mér líka reyndar mjög vel við, að hann kemst að þessari niðurstöðu já, það gott að allt kerfið hafi farið svona afturlappirnar, og það hraustleika merki að Snorri Másson hafi fengið þessa útreið. En aðrir hugsa kannski bara, nei, þetta var náttúrulega bara galið. Já, ég held að það sé nú svona myndin sem blasir við flestum sem að ekki svona fastir alveg öðrum hvorum megin í díalógnum og en við sjáum síðan viðbröðin, það var það líka svona, hvað þetta að segja, hvað þetta að kalla þetta? Þátturinn sem var þarna á dagskrá daginn eftir þetta fræga Kastljósviðtal, Hatur. Þar ég fekk nú sendan einhverja klippur úr þeim þætti núna nýlega þar sem að var Sigmundur Davíð og Brynja Níelsson voru teiknaðar upp með einhverjum orðhákum erlendum og virtist teiknuð upp svo myndað að þeir væri að ýta undir einmitt eitthvað í þáveruna. Nú þekki ég þá báða vel. Og þetta eru þeir einstaklingar sem að ég þekki sem hvað minnstur snefill af hatri í garð nokkurs manns hjá. Þetta eru bara svona menn sem að vilja tala hlutin eins og þeir eru, en það að vera að teikna einhverja haturfulla mynd af Sigmundi Davíð og Brynjari Níelsinni, það gefur dagskrárgerðinni þarna ekki góða einhvern, og svo byrja í einhverju svona virtue signaling, einhverju dygðaflöggun, menn að bregðast við þessum þætti á kostnað annara síðan áfram, og þannig að þetta er einhvern veginn svona einhver eilíðavél sem að gengur út á það að setja einhverja umræðu, einhvern vinkil, einhvern punkt í loftið, og svo kemur hjörðin á eftir sem svona svipað þenkjandi og tekur nýjar ákvarðanir út frá því, og ég tók nú bara eftir því í gær. Þá var, og hef ég bara engar athugasemdir við það að menn sýni stuðning við ýmsu góðu hópa og málefni, en til að mynda Strætó fór allt í einu í samstarf, viðbótarsamstarf við Samtökin 78 sem var kynnt á samfélagsmiðlum þegar í gær, og hver var vísanin? Vísanin var í umræðu undanfarna daga. Þannig að þarna svona... Hvernig það? Þú var að segja mér betur fyrir þessu. Þetta var nú bara samfélagsmiðlunum hjá þeim í gær. Þá var sem sagt sagt var á því að það hefði verið gert, hafið samstarf ég veit ekki alveg hvað, en vísunin var það sem ég þótti svo áhugavert. Bara með vísan í umræðu undanfarna daga, þá hefur Strætó tekið upp samstarf við Samtökin 78, og bara hverjir sem vilja með að taka upp samstarf við Samtökin 78, en rökstuðningurinn svo skrítin, og þetta eins og þetta slær mann svona miklu meira sem einhver svona dygðaflöggun heldur en eitthvað sem ætti svona alla jafna að vera hlutverk
opinbers apparats eins og strætós. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. En núna velta einhverju fyrir sér, þú getur fært rauk fyrir því á samtíðan að hægri viðniðin og Tóta að þú sért einhvern veginn bara talsmaður bara heiðvirtar samtals og þú ert ekki að fara að grafa undan einum réttindum en eitt þvíunvi. En þá velta eflaust margir fyrir sér bara, en hvað þýðir það þá? Segjum svo að Miðflokkurinn komist í ríkisstjórn með einhverjum öðrum hægriflokki eða Framsókn eða hvernig sem það myndi líta út. Þá óumflýjanlega það hvernig transfólk kýs að haga sínu lífi, heilbrigðisþjónusta og annað, það augljóslega hættu út af því að þið eruð bara á þeim buxunum að það séu bara 2 kyn og það séu ekki til sem að heitir neitt trans. Þetta bara einhver della sem lifir í hausnum á einhverjum brjálæðingum. Þetta ykkar sjónarmið, þannig að þegar að þið eruð að tala það, við þurfum bara að taka einhverja umræðu. En aftur á móti þá sjáum við það bara þegar þetta kemur upp á daginn eins og í Bandaríkjunum og þá hættan raunveruleg. Hún raunverulega til staðar þar sem bara verið að grafa réttindum transfólks til að segja byssur í þeim ríkjum sem að má. Þá náttúrulega augljóslega verið að vísa því út af því að geðsjúklingar mega ekki eiga byssur og þar af leiðandi bara verið að mála upp allt transfólk sem geðsjúklinga. Það bara mjög stutt í það að þið þá með Snorra Másson og aðra svona ég ætla ekki að segja fasista, en einhverjar svona sem með varhugaverða skoðanir og horfa á réttindi jaðarhópa sem eitthvað svona tortryggilega eða bara lenkennilegt. Það mjög augljóst að þið farið þá að grafa undan þessu þegar að hólmenni komið. Það nú svo sem ekkert augljóst í þeim efnum og alls ekki. En það hætta. Það blasir við og kannski að byrja aðeins aftar hvað þessa umræðu varðar. Ég held að svona meginþorri landsmanna sé þeirra skoðunar að líffræðilegu kynin séu 2. Síðan bara fólki velkomið að upplifa sér og skilgrina bara á hvaða máta sem Finnst þér ekkert skrítið? Að fólk skilgrina sem demi-queer og eitthvað þannig? Ég hef ekki skoðun á því, bara you do you í öllu tilliti og bara líffræðilegu kynin held ég að sé óhætt að segja að séu 2 og síðan intersexið sem við þekkjum sem að síðasta svar í þinginu teiknað upp að það væri 0,019% fæddra barna sem að það sem væri svona þessi ódæmigerðu kyn einkenni sem að það sem væri ekki ljóst hvorum megin hryggjar viðkomandi barn væri en 0,019% það ekki mörg börn á ári og ætli það sé ekki svona í snöggum hugarreikningi einhvers staðar í námundan við 1 að jafnaða ári en ég held að hluti af vandanum sé tungumálið. Í ensku hafa menn sex og gender, hér höfum við bara kyn og ég held að það sé partur af því að við svona grautum þessu öllu saman og ég held að það sé miklu minni skoðanamunur í raun á milli fólks þegar ef það getur sest niður og talað um þetta af einhverju yfirvegun og við sjáum nú bara auðvitað að ræða hluti eins og til að mynda bara þáttöku einstaklinga sem að fæðast kallkyns með XY litninga í hvern íþróttum, á hverju bara ræðum þetta, komst einhver niðurstöðu, Alþjóða Ólympíunefndin hefur gert það og fleiri hafa gert það, ræðum þessi mál bara. Sömuleiðis eru atriði sjónarmiðin sem varða í aðganga búningsklefum, klósettum og þar höfndi göttunum. Ræðum þetta bara, á meðan það má ekki ræða svona mál, þá verða átökin svona hörð og konfliktin svona harður. Ég veit ekki hvaða réttindi það ætti að vera sem að yrði ríkisstjórn á Íslandi skrúið saman með einhvern tilteknum hætti eru í hættu hvað varðar fólk sem samkynhneigt eða trans. Nei, ef að Snorri getur ekki horft í augu við það að það séu til fólk sem að kýsa breytum kyn og þú getur fært rauk fyrir fangaklefu eða fangelsmálum og
íþróttamálum og svona búningslega málum, en aftur á móti ef að fólk upplifir sig ákveðin máta og Snorri Másson segir bara nei, að þá náttúrulega stjórnmálamaðurinn augljóslega að vega tilvistarrétti viðkomandi manneskju. Hvernig þá? Bara út af því að hún kýs að vera á ákveðin tiltekinn máta ef að Snorri segir nei. Sem var akkúrat það sem ég var að segja. Fólk bara velkomið að skilgreina sig og kynhneigð og upplifun má bara vera á hvern þann máta sem fólki hugnast og sýnist og bara það er þetta bara allir að leita sinnar hamingju með þeim ráðum sem að tiltæk eru. En það í grunninn held ég að allur megin þorri landsmanna, lækna, vísindamanna sé þeirra skoðunar að líffræðilegu kynin séu 2. Síðan öll þessi upplifun, hneigðir og þess áttar, bara fólk bara vera frjálst að lifa sínu lífi eins og því líður best. En það breytir ekki að það algjörlega eðlileg afstaða að mínum mati hjá Snorra. Ég held að það hefði kannski vantað inn í svarans þarna í Kastljósþættinum forðum að líffræðilegu kynin væru 2, það væri hans afstaða. En núna ertu bara að tala svolítið eins og stækasti vinstrimaður sko, því að við vitum alveg að þú ert að tala hérna undir rós og raunverulegt sjónarmið það allir að ef að barn myndi fyrir kynþroska eða svona fullan kynþroska að fara í einhvers konar hormónaaðgerðir, að þá myndi þið segja nei, ég til þetta verið della og þið myndi eldast við það sem þeir eru að gera í Bretlandi, það sem eru að banna þetta og eins og í Svíþjóð, þannig að það ekki neitt í gangi hérna. Þið eruð út af því að Jóhannes Þór var hérna hjá mér daginn og hann sagði það verið að gera þetta á börnum, það að segja krosshormón og hormónabælandi lyf og þetta eitthvað sem að þeir telja að vera lífsnauðsynlegt fyrir þessi börn og við vitum alveg að þegar á hólmenn komið og þið eruð spurðir í þinginu eða það var einhver pressa á einhver lagasetningu eða annað, að þá væru þið að fara í átt að Bretlandi. Þannig ég veit ekki af hverju við erum að tala þetta á einhverjum öðrum nótum heldur en það. Þið væruð að færa einhver nær því að börnum bannað að fara í hvers hormónaaðgerðir. Ég nú þeirra skoðunar að við ættum að leyfa börnum að vera börn. Og hvað þýðir það? Það þýðir að það að fara mjög varlega í öll svona inngrip sem að bara þroskaferli barna með þeim hætti á þessum viðkvæma aldri að þetta eru meiri háttar ákvarðanir sem verið að taka þegar farið of snemma af stað í þessum efnum og sem geta haft afleiðingar sem eru gríðarlega alvarlegar, ekkert minna íþyngjandi heldur en það sem að kann að verða sé ekkert að gert. Þú ert á íhaldsamari heldur en það sem við erum að gera í dag. Þú telur að við hefum ekki til þess að vera að fara í slíkar aðgerðir á börnum. Ég held að við hefum að fara mjög varlega í... Já, ég að segja, þá er að tala um það að við ætlum að vera íhaldsamari í dag heldur en við erum. Já, en ég bara átta mig ekki á hvernig það að vilja fara varlega þegar kemur á því að hlutast til þroska barna með lyfjagjöf og þarfandi gotunum hvernig verður sama sem merkja á milli þess og þess að draga úr réttindum samkynhneigðra og transfólks. Það er ekkit sama sem merki þar á milli. Nei. Nei, það er einhvern veginn ég nefn þetta líka pínu frá hægrinu að það eins og við séum einhvern veginn smeyk að segja það sem okkur finnst og jafnvel þessu, ég eiginlega sammála þér. Var eitthvað óskýrt í því sem ég sagði? Nei, en þetta svo litið óskýrt bara svona heilt yfir. Það svo litið erfitt að nema hvar maður á að drepa niður fæti eða stíga niður fæti segja. Í þessar umræðu út af því að þegar einhver segir bara að hormónabælandi lyf fyrir barn sem ungt mun ekki koma til með að hafa nein áhrif á það til lengri tíma, að þá ég bara, hvað ertu að tala um? Hvernig getur það verið? Og svo náttúrulega koma fram skýrslur þar sem fært rök fyrir því að þetta sé ekki rétt, að þetta hafi óafturkræf áhrif. Og hvort það sé verið að verja einhverja hagsmuni eða eitthvað þannig eins og Jóhannes Þór kom inn á bara, það bara, við erum að tala um fólk við erum að tala um líf og þá einhvern veginn, þurfum við rosalega mikið að passa okkur en það rosalega, ég veit ekki eins og hvort í þessari transumræðu þegar við erum að tala um börn og hormónaaðgerðir að sé einhver svona lína sem bara svona, já, þetta rétta leiðin en þetta
Og ég held að eina öruga leiðin til að finna ekki réttu leiðina ef hún þarna, að tala ekki þetta. Ég held við eigum bara, alla þessu umræðu, eigum við bara að taka upp á yfirborðið, bara takast á með rökum, læknisfræðilegum, siðfræðilegum og bara öllum þeim sem að tiltæki eru. Ræða þetta og þá verðum við á miklu betri stað eftir einhver tíma, hvort sem það eru 1-2 ár eða einhver misseri, heldur en við erum í dag. Já, þetta verður allavega áhugavert. Ég ætlaði ekki að setja það svona heittarsæti, ég vissi ekki að við ætlum að tala um þessi mál, en þetta ótrúlega áhugavert, sko. En við þurfum að fara að ljúka þessu. Þú ert á leiðinni í bjór og þú var vel með 2 einstaklinga. Kristrún eða Þorgerður? Kristrún. Af hverju? Þá fæ ég að drekka á báða. Hún bara í sódavatni. Já, ég ætla reyndar að setja þig í eitt því að mér þetta, ég var með Simmi eða Snorri, ég vil ekki vita það. Ef að Sigmundur myndi hætta, hvort væri þú eða Snorri betur til þess fallin að taka á flokknum? Það bara ég bara ekki velti fyrir mér. Jú, þú alveg velti fyrir. Ég bara sé ekki fyrir mér að Sigmundur hætti í fyrirsjáanlegri framtíð og mér finnst flokkurinn bara að vera að fungera mjög vel í núverandi takti. Já, þú náttúrulega ert búin að vera hægri maður hans í svo langa tíma, sko. Það væri ótrúlega áhugavert ef að Sigmundur myndi hætta, sko. Ég veit ekki hvort það væri betra. Snorri náttúrulega, sko, hávaxinn og myndalegur, sko, það alltaf gott í stjórnmálum. Þú ert það reynda líka, en hann svona með aðeins meiri þokka verandi aðeins yngri. Ég veit það ekki. Hvað svona gut feeling samt? Hvor heldur að væri betri í þessu? Þú eða hann? Ég hef ekki skipt afstöðu síðan fyrir 15 sekúndum síðan. Ég hef bara ekki hugsað þetta, sko. Ég bara treysta á Sigmundur sé bara rétt að byrja í sinni vegferð í formennsku Miðflokksins, þannig að það ég og Snorri og Sigga, Nanna, Toggi, Ingibjörg og Gauti, við bara erum bara þétt lið á bak við Sigmund í þingflokknum og svo eigum við náttúrulega frábært fólk í sveitarstjórnunum sömuleiðis og allt baklandið okkar. Já, mörgum að velja, samt aðalega 2 held ég. En Gunnar Smári eða Svandís Svavarsdóttir? Svandís Svavarsdóttir. Já, þetta var svo mikið softball. Já, Guðrún Hafsteinsdóttir eða Sigurður Ingi? Í bjór. Já. Ég hugsa ég tæki Sigurð Inga með mér í bjór. Já, hann skemmtilegur. Við getum rætt eitt og annað sem að bjórin getur liðkað málbeinið. Heiðrún Lind eða Drífa Snædal? Ég myndi nú fá með bjór með Heiðrún Lind. Það? Já. Drífa skemmtileg, sko. Já, það vafalaust, sko. Ég þekki hann ekki, við vorum á sama tími viðskiptafræðinni forðum, sko, en við svona leiður okkar hafa ekki krossast mikið á seinni stigum. Þið fóru allavega í sikkur áttan eða var það hugmyndafræði þegar ekkert ekki sömu kúrsana. Nei, það alveg rakleitt í sikkur áttina. Hörðu, ég hef með aðeins fleiri nöfn en við þurfum að ljúka þessi. Það var mjög skemmtilegt, Beggi. Sérstaklega seinni hlutin. Það var bara mjög gaman að koma og líka fallega gert hjá þér að fá mig hingað og ætla að ræða ríkisfjármálin og þau voru ekki rætt einu orði. Nei, heyrðu, það rétt. Hvað, 10 orð um það? Hvað, mér hefur alltaf fundist svolítið einkennilegt, sko, að ríkisfjármálin er alltaf rætt undir þeim formerkjum hvernig þetta auka tekjuhliðina. Já. Aldrei undir þeim formerkjum hvernig hvað ætlum að gera betur með peninga. Þetta er algjörlega óþolandi og þetta er einhvern svona virðingarleysi fyrir skattpeningunum sem eru teknir af fólki og fyrirtækjum sem er bara grasserandi. Og sjá núna hafa Samfylkingin og Viðreisn í aðdraganda kosninga og í stjórnarmynduna við erum sagt, það verið engin nýir skattar á fólk og fyrirtæki. Herðu, bara leiðréttingar. Svo er bara einhverjar helvitis leiðréttingar. Þetta er allt einhver della, sko. Og svona mætti áfram telja. Og bara útgjaldavöxturinn í milljörðum talið rúmlega 2-faldast á milli ára. Og voru nú samt, sko, fjárlög ársins á undan samþykkt í miðri kosningabaráttu þar sem freistnivandinn er nú býsna mikill. Ég var nú bara að skoða fjárlög, 2016 og sko það að við séum komin upp í 1600 milljarða ári. Já. Er bara... Og hvað erum við að fá fyrir þetta? Black Mirror þáttur. Ef við bara skoðum hvernig kerfin okkar voru fyrir 10 árum síðan og hverjar tekjur ríkissjóðs voru þá. Er einhver í dag sem upplifir að einhver kerfan okkar sé betra heldur en þá var? Svo bara. Það held ég ekki. Við ræðum ekki svona kulnun, sko. Kulnun er bara eitthvað fyrirbæri sem að koma allt inn upp úr hattinum og svo bara í sumum deildum í Reykjavíkurborg eru 40% millistjórnenda í kulnun. Já. Og svo er bara, við þurfum að fjármagna þetta. En sko hlutfallið er ennþá herra í aðstofamönnum borgarstjóra. Já, það er kulnunar hlutfallið 66%.
Beggi Óla, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Takk fyrir að bjóða mér. Heyrðu, reyndar, þið skuldið mér að bjóða mér í sjónvarpsins á 5. og ég ætla að shama þið núna fyrir það að vera ekki búin að standa við. Þér hér með boðið mjög fljótt til okkar Sigmundar Davíðs í hljóðverið til að ræða pólitíkina og ég á engar varnir. Þetta rétt sem þú ert að segja hérna, ég hef búin að klúðra þessu allt og lengi. Á, gott. Takk.